stuð og stemning á skrýtnum tímum hérna á flugbrautinni. Já, við fengum þess að frábæra hugmynd sem að nýta flugbrautina á meðan það er svona rólegt og fengum þess að hugmynd að gera svona hreyfileika og fá fólk til þess að efla liðsanda og gera eitthvað skemmtilegt saman og við erum með keppni í gangi núna, svona stigakeppni og lokaspretturinn er sérst hérna hjá okkur núna og rosaleg stemning. Hvað, var bara ákveð að búa til hlaup, vera með hlaup? Þetta er náttúrulega búið að vera svolítið í bígerð og þetta er búið að vera hugmynd sem er búið að glúsa lengi hjá fólki og við ákváðum að nýta bara tækifæri núna að meina væri frekar rólegt. Þessi hugmynd að geta hlaupið á flugbraut? Já. Að geta hlaupið, einmitt, flugbrautina. Já, flugbrautina. Já, þannig að, já. Hvernig er andinn? Andinn er mjög góður. Ísafía er bara með hresst fólk og skemmtilegt með sér í liði og þetta er bara frábært framtak og allir eru hressir og til í þetta. Markasteld og mannasteld. Ákveða að skipuleggja þetta til að koma fólkinu saman í miðri COVID. Já. Búið að vera skrýtnir tímar? Já, frekar skrýtnir, en við bara horfum fram á við og vonum bara að þetta fari og keyrast bráðum í gang. Já, við komumst í gegnum þetta. Þú er bara beðið eftir ferðamönnum? Það er bara beðið eftir ferðamönnum, já. Jú. Drengir, til hamingju með nýtt brautarmet. Já, takk fyrir það. Hvernig er tilfinningin? Geggjuð tilfinning, sko. Alveg frábært að hlaupa á brautinni, sko. Alveg meira þetta. Hvað er það? Er þetta bara eitthvað? Vegur, vindinn í bakið, það var bara alveg klikkað stuð. Þið voru fljótir? Já, þetta kemur með einhvernig. Eru þið vanir? Já, smá. Hlaupið nokkur ár. Reynum að hlaupa sem mest. En þetta uppátæki er skemmtilegt? Þetta er alveg geggjað. Þetta þyrfti eiginlega að vera einu svona ári. Jafnvel að lengja þetta líka, hafa bæði 5 og 10 km. Það verður alveg geðveikt gaman. Það er ekki víst að það tækifæri komi eftir? Nei, þess vegna er alveg geggjað að geta nýtt sér þetta tækifæri að fá að hlaupa út á flugbraut. Það er bara á alþjóðaflugvelli, það er ekki margir sem fá að gera það. Það er svolítið spes? Það er mjög spes, alveg frábært. Hvernig er þetta búið að vera hjá ykkur undanfarið? Þetta er skrýtnir tímar? Þetta er mjög skrýtið. Maður bara þarf að gera besta úr þessu og maður er hálfpartinn í sumarfríi þó sem maður sé að vinna ennþá. Þannig að tíminn er búinn að fara í bæði hlaupin og golfi, þannig að maður finnur sér ný hobby. Þú ert að starfa í fríhöfni? Já, það er ekki mikið að gera þar í augnablikinu, því miður. En þú? Það er reyndar nóg að gera hjá okkur. Við erum að rífa niður og breyta og laga til á svona álagssvæðum, sko, sem er bara nýta tækifærið á meðan það gefst. Það er engin traffík. Þið bíðið nú samt eftir traffíkinni? Já, það bíða náttúrulega allir eftir traffíkinni, sko, það er ekki spurning. Já, það er alltaf gaman að fá fólk í fríhöfnina. Jæja, hvernig gekk þetta? Þetta hafðist, þetta var ótrúlega gaman. Fyrsta skipta flugbraut, sko. Það er ótrúlega tilfinning, eða ekki? Jú, það er það. Sjá bara þessar víddir og þessar stærða og þessu allt saman, sko. Maður er eftir að horfa á þetta öðruvísi en næsta flugtæki, held ég. Þannig að þetta er svona skemmtileg stemming á skrýtnum tímum? Já, það er það. Við verðum að gera eitthvað. Þetta er alveg svona einn svona æfið sem við getum gert þetta. Vonandi. Vonandi verður bara brjálega að gera strax eftir nokkra mánuði, sko. Þú er bara beðið eftir ferðamönnum, útlenskum? Já, algjörlega, við bjóðum það velkomna. Ekki spurning, við erum til. Og þú hérna á þínum gömlu heima slóðum? Já, reyndar, það skemmir ekki fyrir, sko. Alls ekki, sko. Ég sé Keflavík frá öðru sjónarhorni. Ertu bjartsýn á framhaldið eftir veiruna? Já, við verðum að vona það. Við verðum að vona að þetta bara taki vel við sér og við höfum alla þessa náttúru og þessa fegur upp á bjóða, það hefur ekkert breyst. Þannig ég held að fólk muni sækjast eftir í að koma hingað.